Það eftirvænting væntanlega hjá þér að byrja. Já, klálega. Ég bara mjög spenntur fyrir sem er fyrir að fara að koma. Spila minn fyrsta leik í stórmóti og ég er bara mjög spenntur og tilbúin í það. Já, þú varst nálægt í fyrra en dagst út á síðustu stundu en núna slappstu inn fyrir þrjóðskuldin. Það lítur að hafa verið, ákveðin léttur. Já, klálega. Fyrra var þetta svona smá vonbrigði að maður hafi ekki. Auðvitað hafi maður alltaf viljað vera með en núna kom þetta og ég var valinn, þannig ég er mjög glaður með það. Og hvernig sérðu þitt hlutverk í þessu? Eins og ég segi, þá verður heldur bara að koma í ljós. Ég er ekki alveg svona að skrifa á blað hvað mitt hlutverk er, en svona auðvitað spila ég aðeins öðru í handbolta en aðrir hérna og mitt hlutverk verður meira skilur að skjóta utan og ná vörnin út. Þannig ef ég er að horfa á þetta svona sjálfur þá er það svona mitt hlutverk kannski. Og svo er bara að koma að sjá hversu stórt það verður það kemur ljós. Já, það mun bara væntanlega þróast eftir hvernig þér og liðinu gengur. Og hver andstæðingun er hver skiptið, því að það náttúrulega getur líka skipt máli. Já, klálega, þetta fer auðvitað eftir aðstæðing og hvort að ég sé að spila vel eða illa eða eitthvað, skilur þetta kemur bara allt í ljós held ég. En þú ert náttúrulega reynslunni ríkari sinni fyrra eftir að hafa verið núna úti hjá Porto. Já, klálega, maður er orðinn reynslumeri handboltamaður og ég tel mig vera betri handboltamaður en var í fyrra og með hverjum deginum, maður er alltaf að bæta sig finnst mér og já, þannig ég held ég sé bara svona góðum stað, þannig. Og þetta er mikið ævintýri vegna þess að það er ekki, mörg ár síðan þú fórst bara að spila meistaraflokk í Afturskáldingar og ert nú reyndar bara 22 ára gamall. Nei, þetta er alveg búið að vera svaka ævintýri þegar maður tekur þessa ákvörðun að ætla sér að vera atvinnumaður í alvörunni, þá einhvern veginn bara, það var bara einhvern veginn í gær finnst mér sem var einhver 16 ára og ætlaði að setja sér markmið að vera atvinnumaður skilur. Og svo þetta er svo fljótt að líða og nú var hún atvinnumaður og spila með Porto og komin í landslið og þetta er svona skrítin tilfinning allt í hún að þetta sé bara orðin raunveruleiki. Og það sem að ykkur Gunnar Magg fór saman kannski fyrir nokkuð ára síðan að það er margt að þið gengið eftir kannski að þegar þið fóruð svona að æfa af meiri alvöru en áður. Já, klálega, það var bara tekið svo ákvörðun að ég ætla að vera meira atvinnumaður í handbolta og það er auðvitað bara erfitt og tekur tíma en einhvern veginn þessi tími hefur bara maður liðið eins og einn dagur skilur, maður svakalega fljótt og þetta er búið að vera svaka ævintýri sko. Og heldur áfram? Já, held áfram, ég er hvergi nærði búinn, þetta er bara held ég rétt að byrja hjá mér, þannig já, það er nóg eftir þessu, eins og er. Og líka vel hérna í Porto, svona, svo ég spyrir það lókum? Já, það er bara búið að vera mjög fínt og já, mikið svona reynsla að vera atvinnumaður eins og sem maður hefur vilja vera alla sína tíð að vera atvinnumaður í handbolta og fór bara ótrúlega gaman. Koma foreldriðin út og fylgjast með? Þau eru svo þau segjast komast á Final Four. Þau segjast að við komum þangað, þannig þau koma þangað. Þannig þau koma til Noregs. Já, þau heit á þig að ná svo langt. Já.